Koma næsta þætti af Pakka saman og nú er komið að vini mínum, tónlistamanni Willi Karl. Sko, það sem ég er að fara að gera við Villa er að við erum að vinna saman í Lágó, sem er skóli í Mosfellsbæ og við erum búin að vera að vinna saman núna í þó nokkuð tíma. Við erum að taka pásu eftir að við klárum menntaskóla, bara aðeins að finna okkur í lífinu. Og það sem ég ætla að gera við Villa er að ég ætla að fá skólastjórnendur skólans að lesa fyrir hann punkta sem að þeim finnst hann eigi að bæta sem hann hefur ekki einu sinni gert. Og þetta væri til dæmis punktar eins og okkur finnst þú til dæmis geta klætt þig betur. Ert þú að ganga frá eftir að þú ert búinn í kaffitímanum? Svo er líka verið að tala um að hann sé að koma illa fram við 7. bekkinn og sparka boltum og svo eru þau líka að segja við hann að hann sé með ego. Þetta er bara algjört grín. Ég ætla að taka það sérstaklega fram að þetta vídeó er partur af starfsmannagrín-vídeó sem við gerum í skólanum og ég ætla að fá að koma þessu yfir líka hérna á YouTube og leyfa ykkur að sjá það sem þetta er ógeðslega fyndið. Willi settir í óþægilega aðstæðu þar sem hann er bara, hann veit ekki hvað hann að segja, hann líður óþægilega. Svo náttúrulega, þetta er tekið upp á föstudegi, þannig að Willi er svona, hann er að fara heim í helgarfrí og svo fær hann einhvern veginn þetta fyrir hann á skrifstofu og ég verð sem sagt, ég er í símanum með skólastjóranum og er að segja henni hvað hún er að segja og þetta er svo gott, ég er svo spenntur í að sýna ykkur þetta núna. Þessi þáttur er í boði Doritos og þeir voru komið nýtt snakk á markað hér á Íslandi sem heitir Doritos Dynamita og þetta er svona flaming hot dæmi og ég ætla að prófa að smaka þetta, ég er búinn að heyra góða hlutum um þetta. Tjekkum aðeins á þessu. Það er svona dæmi sem ég geti svona borða aftur og aftur og aftur og það er svona, það gefur svona chili og læmbragð. Dynamita er náttúrulega einu vinsælasta tegund í heiminum og geggja að það sé komið til Íslands. Komum okkur inn í þáttinn. Ok, þetta er að gerast núna að vera að ná í Villa. Hvað segir þú? Vesen? Það er oft eitthvað í vinsæli. Þú ert alltaf ég. Hæ? Nú ert þú setið sko, nú ert þú tekinn á tappeti. Nei. Jú. Fyrir hvað? Það er fyrir eitt og annað. Við viljum fara aðeins og ráta til okkur núna svona athugasemdir sem við vildum láta þið vita af. Ok. Sko, við viljum allavega taka þetta upp og hérna og sjá bara, þú veist, þú verður að segja bara hvernig þetta lítur út gagnvart þér en við viljum svona gera kröfur að hérna til dæmis starfsfólk sé svona lúta ákveðnum svona reglum varðandi klæðaburð og annað. Ok. Og það er svolítið verið að kvart undan að hérna þú sést með buxurnar á hælunum. Er það? Já. Sagga eða hvað þetta kallar. Stíllinn minn samt er byrjar að vera, þú veist, ég vilji finna buxurnar mínar, ég er svo ógeðslega. Já, ég er kannski aðeins, nei, ég er ekki líka. Þetta var nú Já, þú mátt að, en byrja, ok. Nei, en við viljum náttúrulega passa upp á þetta, fólk sé hérna, veist. 100%. Við rættum þetta Já. og ég er búinn að passa þetta mjög mikið, sko. Ok, þetta gæti verið náttúrulega bara partur af þessu gamla, sko, sem að stundum dreif. Ok, segðu síðan með 7. bekkinn, segðu með 7. bekkinn. Já. Það er nefnilega alltaf svona, ef maður er gaman, það er gaman að kemur alltaf upp að. Já. Alveg eins og bara það er rosa mikið kvartað í 7. bekknum. Já. Út af því að heldur upp á strákana, dundra boltanum út á bílastæði og það er náttúrulega eitthvað ekki að ganga. Hver? Þú. Með 7. bekkinn, hvernig Það er einhvern veginn. Nei, við það? Já. Hvað er Það er á það? vellinum, Þau eru kvart á þessu eftir leiðileg við þig, þau eru kvart á þessu eftir leiðileg við þig. hérna stelpurnar að kvarta og Þú haldir með þeim, strákunum, svo bara tekur boltan af þeim og dundrar hann út á bílastæði. Þú veist, það er Nei, hvenær? Það er bara einhvern tímann í vetur og svo er eitthvað aftur og koma aftur bara núna í fyrra dag hvartum það er. já, bara segja sér leiðilega við þig, Bara, já, það er hlutsóleis. Krakkarnir Stelpurnar, já. Stelpurnar í sjöðu bekk? Stelpurnar, já. Ég er bara alltaf að spjalla við þær. Finnst þú bara svolítið góðu með því líka? What? Ok, ég tengi ekki við þetta. Leiðilega Ég er bara svo fyndið, það er alveg alltaf jafn týndur þegar við tölum við þig. Ha, ég? Nei, en það sparka boltanum út af bílastæði. Þó svo við náum í sondaginn, við náum í því í bólinu, bara rosalega hissa. Nei, það var ekki þess að. Nei. En að ég sé að sparka boltanum, ég er ekki eins og inn á Svo er vellinu. alveg tala, sko. Okkur finnst þú mjög yndislegur strákur, bara og við þurftum að segja þetta við þig. En ég meina, veist, okkur finnst þú rosalega ljúfur og góð drengur, við viljum bara vera vissum að þetta sé að ganga vel, skilur verkefni Já, 100%. En þú veist, ég verð samt líka að ná að skilja ykkur, þið geti ekki bara sagt og ég ekki tekið eitthvað á mig sem er bara kjaftaði. Ég er ekki með stæla við neina og Ertu viss? ég skipti mér ekki svona að 7. bekknum. Vanalega þegar 7. bekkurinn á völlina fer ég bara eitthvað annað og þau eru bara mjög flott. Ertu ekki bara svolítið pínu kokki? Núna ertu bara með pínu stæla í okkur. Er það í alveg? Já, ok. þú ert bara, þú veist, þú ert kannski að skoða inn á því, sko. Ha, Ok, þú stuðar fólk. ok. Síðan er verið að kvart yfir í kaffitímanum sem ekki ganga frá eftir, þú veist, er það rétt líka? Eitt hérna bara svo, ætla ég að nefna varðandi hérna hádegismatinn. Getur verið að þú glemur að ganga frá eftir þig? Gæti alveg verið stundum, sko. Ok, þú bara tekur það á mig það. Það Já. er hérna kom kennari og nefndi að hérna
veist, eigum við ekki öll að sinna þessu þannig að, veist, bara þú passar upp á það Svo varstu náttúrulega nemandi, þannig að fólk lítur svolítið að þessu nemanda, þú veist, erum við ennþá alveg upp? Já. Skilur. Þannig já, þetta er búið að vera svona eitt og annað sem við erum að tala það er svona þótt kannski svolítið leiðilegt og Þetta sko, ég vissi, ég sá væpi á okkur, þetta var eitthvað skrítið. Þetta har við Það var að taka sig að ég var að snitsa þig með bóli. Ég var líka að byrja að vera svo reiður inni, sko. Þegar þú loksins hérna, nei, þetta er grín. Þú varst ekki smá sjokkið þarna? Ég var bara, hvað er að gera? Segðu mér, ég heiti Willem Pakkarsson. Það er ekki sénsið sem ég var að segja. Hvað hefur gert ef það hefur sagt að ég var að snitsa þig með allt og ég var að vera betri starfsmæður og Rættu þið alvarlega bara? Alltaf, já, ég ætla ekki að segja það kannski, ég er bara snittsað þig tilbaka með fullt. Aron er búinn að segja okkur að hann er að vera betri starfsmæður og hann er búinn að segja okkur að þú sett svolítið svona komið í veg fyrir það, sko. Þetta er galið, sko. Eins og ég er búinn að segja, þá var þetta starfsmannavídeó þar sem að fleiri starfsmenn voru teknir fyrir. Ég fekk að sjálfsögðu leyfi frá Villa að vera að posta þessu. Endilega likeið og subscribeið gerir mjög mikið fyrir mig að fá like og subscribe bara til að halda þessu áfram. Eða gaman að þessu, subscribeið.